Herra Subbi var subbulegasti maður sem þið gætu nokkur tíman kynnst. Hann leit subbulega út því að hann var subbulegur við hvaðeina sem hann gerði. Það mátti alltaf vita hvar herra Subbi hafði verið á ferð því hann skildi allstaðar eftir sig subbuleg fingraför. Ójú, herra Subbi hafði vissulega unnið til nafns með subbuskapnum. Herra Subbi átti heim í sérlega subbulegu húsi. Málningin var að flagna af, rúður voru brotnar, það vantaði þakhellur og þakið, blómabeðin voru að kafna í illgresi, garðgrindin var komin á hjörunum. Hafði herra Subbi kannski slegið blettin sín nýlega? Ó, nei. Morgun einn vaknaði herra Subbi í subbulega rúminu sínu, geispaði, klóraði sér, fór fram úr, burstaði tennurnar en skrúaði ekki lokið á tannkremstúpuna, gekk sér morgunmat og dreifði kortflugunum út allt gólf og lagði svo á stað í gönguferð en hrasaði sóp sem hann hafði látið liggja á garðstígnum í hálfan mánuð. Bak við subbulega garðinn við subbulega húsið hans herra Subba var skógur þar sem hann fór í gönguferðir. Þetta var gríðarstór skógur, yfirfullur af trjám og það tók herra Subba langan tíma að komast í gegnum hann. En honum var alveg saman því að þennan morgun var hann í gönguskapi. Þess vegna þrammaði hann gegnum skóginn þar til hann kom út úr honum hinum megin. En veistu hvað hann sá handan við skóginn? Herra Subbi sá það snirtilegasta og fallegasta hús sem hann hafði nokkru sinni séð. Þar var indælis smágarður og lækur rann hann miðjan. Í garðinu var maður að klippa limgerðið. Hann leit upp þegar herra Subbi nálgaðist. Góðan dag, ég heiti herra Subbi, sagði herra Subbi. Ég sé það, sagði maðurinn og mældi hann með augunum frá hvirfli til ilja. Ég heiti herra Snirtin. Og ég heiti herra Þrifin, sagði annar maður sem kom út úr húsinu. Snirtin og Þrifin, sagði herra Snirtin. Þrifin og Snirtin, sagði herra Þrifin. Við vinnum saman, sagði herra Snirtin. Og fólkið sem á þetta hús bað okkur að vinna verk hérna. Hvaða verk er það? Spurði herra Subbi. Við þrifum allt hérna, sagði herra Þrifin. Við snirtum allt hérna, sagði herra Snirtin. Þetta er kannski að vinna fyrir þig, sagði herra Þrifin og leit á herra Subba sem einmitt þennan morgun var óvenju subbulegur. Ég vil ekki láta þrífa og snirta, sagði herra Subbi og var þinn eymdarlegasti við tilhugsunina. Vitlausa, sagði herra Snirtin. Bull, sagði herra Þrifin. En, sagði herra Subbi. Komum, sagði herra Þrifin. Höldum að stað, sagði Snirtin. En, sagði herra Subbi. Ekkert en, sagði herra Þrifin og hrúaði honum inn í flutningabílinn þeirra sem stóð bak við húsið og svo ókveður af stað til hús Subba sem var handan við skóginn. Hamingjan sanna, hrópaði herra Þrifin þegar hann sá hvernig herra Subbi bjó. Hjálpi mér, bætti herra Snirtin við. Þetta er subbulegasta hús sem ég hef séð á minni lífsfædri ævi, sögðu þeir báðir í einu. Og áður en herra Subbi gat opna munnin voru þeir komnir á flegi ferði tiltekt. Herra Þrifin reytti og sló grasið og klippti trén og grisjaði og gróf og gerði garðinn snirtilegur en hann hafði nokkru sinni verið fyrr. Herra Snirtin lagaði til, skrapaði, skúraði, málaði og lagfærði og gerði húsið hans Subba snirtilegra utan en það hafði nokkru sinni verið áður. Svo fóru þeir báðir inn í húsið. Hamingjan sanna, hrópaði herra Þrifin í annað skipti þennan morgun. Hjálpi mér, hrópaði Snirtin í annað skipti þennan morgun. Síðan tóku þeir til við að þrífa húsið frá gólfi til lofts. Þeir sópuðu og skúruðu og fægðu og bustuðu svo húsið var þrifalegur og snirtilegur innan en nokkru sinni fyrr. Svona nú, sagði herra Snirtin. Þá er því lokið, sagði herra Þrifin. Þrifið og snirt, sagði herra Snirtin. Snirt og þrifið, sagði herra Þrifin. Herra Subbi varð orðlaus. Þeir litu báðir á herra Subba.
Datt þér það sami í hug og mér, sagði herra Þrifinn við herra Snirtinn. Einmitt, sagði herra Snirtinn. Okkur datt báðum það sami í hug, sögðu þeir báðir í einu við herra Subba. Að þú lítir of subbulega út til þess að búa í svona snirtilegu og vel þrifnu húsi. En, sagði herra Subbi. En hvað sem herra Subbi sagði var það tilgangslaust og herra Þrifinn og herra Snirtinn skellt honum upp í baðherbergi. Það hafði verið subbulegasta herbergið í húsinu, en nú var það auðvitað tandurhreint. Herra Snirtinn náði taki á handlegg herra Subba og herra Þrifinn náði taki á hinum handleggnum og svo skelltu þeir honum í baðkerið. Herra Subbi var óvanur böðum. Herra Snirtinn og herra Þrifinn þvoðu og bustuðu og þrifu og skúruðu og greittu herra Subba, þar til hann líktist ekki lengur herra Subba. Hann var langt frá því að vera subbulegur. Hann speglaði sig. Vitið þið hvað ég verð að gera núna? Sagði hann og bysti sig. Herra Snirtinn og herra Þrifinn virtust kvíðnir á svip. Hvað verður það að gera? Spurðu þeir herra Subba. Ég verð að breyta nafn, sagði herra Subbi og svo skríkti í honum. Herra Snirtinn og herra Þrifinn skríktu líka og herra Subbi hló og herra Snirtinn og herra Þrifinn hlógu og svo hlógu þeir allir og urðu bestu vinir. Og þar með sögunni lokið, nema hvað sagt að sá sem subbulegur geti átt